Mækarar hérna, já, við erum recording. Dóri, djöfull ertu fucking tannaði maður. Það sést ekki á vídeónu af því það er allt hvítindinni. Ég veit ekki af hverju þetta er svona, en ég er tannaður. Ég var að koma frá einu fögru. Já, þú líka ert í peysu eða ból sem að dregur fram tannið. Já, það var nú viljandi gert. Dóri, ég color correcta þetta. Já, ok, það er gott að vita. Nei, strákar, en við þurfum að þakka Guð okkar fyrir það að ég sé með ykkur í dag. Já, nú? Ég lendi í flugháska í mér. Alveg flugháska. Og tókstu Turbly fyrir, sem er svona app sem að sýnir turbulensið á leiðinni heim. Nei, ég gerði það ekki. Heldur þú sé að reyna að innstilla kvíðaði mig? Ég gerði alltaf. Heldur þú líka kortleika kvíða minn? Á rafrænu formi. Það verður að vera eitthvað óvænt í þessu maður. Allavega, ég skal bara segja ykkur eitt að sem er sko smá side note hérna sko, við þurfum að fljúa svolítið flókna leið heim. Ok, við þurfum að byrja á byrjuninni, því að kannski er einhver að hlusta að horfa sem var ekki að horfa eða hlusta og síðasta þátt. Já. Þið Steindi er að taka upp nýtt einastjörnu. Já. Það er enda búið að biðja okkur um að halda efni þáttana í meira embargói sko, þannig að ég get bara að tala við ykkur travelið þangað og hingað. Já, okay. En þið voruð á Ibiza. Við fórum á Ibiza, því miður. Ibiza, og hérna, en við þurfum að fljúa rosalega kenjóta leið heim sko. Stál. Hérna, kenjóta leið heim, að því að, ég veit ekki hvað þú vissi það, en sko, Playfjall, Váfjall og allt þetta, og það er ekkert svo mikið af flugmiðum í boði. Það er sko að fljúa núna til Evrópu er talsvert erfiðara. Það er erfiðara. Það er verið að they are blocking us off. Akkurat. Og hérna og ef einhver hérna sem er að hlusta sem á, þú veist, 60 miljardar sem við getur hent í flugfélag fyrir gallin, þá skal ég kaupa nokkra farmiða. Það er viðskiptuna stóra örugg. Og hérna, og ekki það, ég bara kjör svona elska Icelandair, það er bara uppáhaldsflugfélagið mitt í heiminum, skilur. En bara, hérna, mér brá allavega, núna kannski er seasonið að detta inn og þá fara að dælast út miðar, en svona á þessa, við þurftum allavega að fljúa apakatta leið heim, sko. Við þurftum að fljúa Ibiza, Barcelona, Budapest í Ungverjalandi og þar, strákar, þar var ég næstu döður. Bara, hvar, á leiðinni til Budapest? Sko, það er einhverjir flugmenn búin að reyna að gera lítið úr þessu, en þú veist sem er partur af starfinu þeirra. Já, ég veit að þetta er samsærið, flugsamsærið sko, það er annað mál sko. En sko, þessi menn þeir vita ekki að hérna, við vorum að lenda semst í Budapest, gott viður og allt í eins og réttur lendingu og bara svona fer hún að vagga svona, maður er bara byrju, what? Laga sig, fannst þess að sé að lenda og hún er bara snert á jöruna, upp aftur. Hanna bara, ég fæ meðvirknings kvíða með þér sko. Já, og ég sko, og tökukrúið ég og Steindit og allt dreiftum alla vél, þannig ég var bara einn að skíti múr hæðslu með einhverjum indonesísku manni sem var bara alveg ég sko og hérna og hvaða flugfélag var þetta? Þetta var Wizz Air og við flugum með svolítið legendary flugfélögum í þessari ferðin, það er líka leyndamál sko. Hérna, það er partur af ég hef ekki lendingu sem að það pompar, veist, fara okkur skeiðslan uppi hólfin, þau pompar opnast. Já, það var stemming sko. Og þið farið upp Við förum upp aftur og það byrja bara, það er panik í vélinni og þeir voru grann komin í símsamband strákarnir og þeir voru fannar að senda eitthvað, þetta var nú ekki í lagi og hvað er ekki í lagi með ykkur og bara menn voru að senda bara myndir af hjartslættinum og úrinu sínu sko. Það var kannski vesenið, þið voruð á einhverju 3G-bylgjum. Líklega, menn eru líklega búin að segja að við höfum SMS-að okkur í einhverja áriðu þarna sko og hérna og þú veist og ég er einn af þarna bara haldandi öryggisbeltið mitt bara við gluggan bara og gælan sem var kaftið var bara, herru, engar áhyggjur, þetta er bara mjög venlegt manúver, það var bara eitthvað thermal activity sem ég veit ekki eins og hvað er sko og bara hvað eldgos að koma upp frá jörðinni og bara þetta er minnsta mál við svingum henni innan við og lendum aftur og hún svingaði henni við og lendir aftur og það var ekkert mál en svo lendu þeir vel í bara 14 metrum á sekundi á Keflavíkurflugvelli eins og ain't no thing henni gær sko og náttúrulega þegar ég kom hingað heim í gær fékk ég þessa klassísku spurningu upp í hausinn á mig bara, á hverju býr maður? Landið í gær, ég var að koma, það var grænt alls þar í Ungverjalandi sem ég veit ekki mikið um. Þar var
stemning, það var 22 hiti og sól og bara fólk komið úr að neðan sko. Og sér lendi hérna, það var ekki grámygla, ég myndi segja bara það var svart, landið var bara svart einhvern veginn við keyrðum inn til Reykjavíkur, ég sá ekki lit á neinu, ég bara, hvað akkur maður? Svo vaknar í morgun og það komið snjór aftur og það apríl og... Já, en það svona þunnt lag af snjó það eiginlega ærir mig sko, að þú veist, minnst það svo ekki þetta að ég veit að bráðnar þegar sólinn kemur upp og mér finnst það symbolist. Okay. Guys, við erum konum með nýjan sponsor. Hver skildi það nú vera? Skál og ég er með gjafir til að byrja þetta, við erum náttúrulega að taka upp snemma morguns, það hérna sorry, ég ætla að gefa þér hérna kanilskonsu bro Kjari það var mjög gaman að fara með Danna í te og kaffi sjáðu þetta við fórum í te og kaffi og hann var að panta þetta og sagði við konuna sem vann hann passaði að kremið klessist sjáðu þetta rosalega og það spurning Danni, ef að þú gætir því að þú ert orðin svo góður í sjónvarpinu að þú getur sett myndin að þú fékkst þetta afhent ég geri það verður yfir, og núna hún að rúlla yfir ok, nú ætlum við að taka af hlustundur bara svona 5-6 mínútur að við ætlum að geta þetta mönns og smjatta í mengana það heyri sko ógeðslega hátt smjatt ok, Danni reyndar að borða real silent sko sem áhugavert sko svo það bara sem ekki kostur sem mörg enga það var bara svona önd bak við hurðu eitthvað bara ætli það skilgarinn að Danna sé engabarn já, engabarnið hérna félagi minn, engabarnið Daniel Ólafsson þetta reyndar eru engabarn öðru sem önnur? ef það stofnar nýtt fyrirtæki eftir að heita engabarnið ég fæst bara spurningu sem fólk bara hvernig það eiginlega að vera engabarn? Ég engabarn já, herru ég á 2 hálsistur en ég alveg upp að bara einni koti með kalla kettingu sko. já, þið eru báðir engabarn sko, dætur mínar eiginlega það 11 ára á milli það eiginlega eins og að vera engabarn sko. Sérstaklega núna yngri eldri býr ekki heima sko. Já. Þannig að þetta áhugavert. Tölum við aðeins kaffi. Tölum kaffi, já. Við erum að súpa á svörtu olíunni hérna og ég svona kísilís á föstum og vil ég fá mjólk í kaffið mitt sko. Það svoleiðis. Já, ég teka svart en stundu þarf maður að fá mjólk bara líka til að smyrja magan sko. Hvenær byrjuðu þið að drekka kaffi? Seint sko, eða svona að gerast mér hratt, ég held ég að vera í háskólinn bara ég byrjaði, þá keypti ég mig strax kaffivél í te og kaffi, takk fyrir og hérna, já, þetta bara búið að liggja downhill síðan sko, limit sko já, maður byrjar, sko, að því þessu var smá ótað af mér sko þú veist, mamma var alveg ekki sett mikla mjölk út í það þú veist, hún vildi að ég var að drakka kaffi sko. Okay. Já, en ég drakk það ekki og svo í menntaskóla þá man ég eitthvað lifar eitthvað kaffi eitthvað hér, þú veist, sem var meira einhvern veginn að taka kaffi inn í persónuleika sinn Já, það svolítið MH-legt Já, en ég get séð það hvar sem sko. Okay. Þú veist, hérna og svo hérna var það ekki fyrir en ég var byrjaður að vinna á dagblöðinu Á dagblaðinu? Já, þegar ég bara mætti eitthvað eins og hreðka í vinnuna og bara hugsaði bara, já, nú fæ ég með kaffi og Jakob Bjarnar ítti á play fyrir þig á kaffivélinu og styrtaði mig og ég fann þetta líður mér sko og þá var ég bara byrjaður sko. Já, ástu húgt Já, og ég drakk eiginlega bara svart kaffi framan af og fannst það vera eitthvað svona mannlí sko svo fór ég á brjóstsviði á því eins og reyndar sem manlí sko brjóstsviði mannlí kvilli sko þú veist, ef maður heitir eitthvað gauður sem bara eitthvað maður hugsa bara, þetta real maður þetta alvöru maður Já, þetta alvöru maður en þessi þáttur í boði sko te og kaffi Kringlunni sem alveg, myndi ég segja svona Já, ringir einhver ekki bara setja hann í beina hérna, ég ætla nú alveg að passa að þetta gerist Kringlan hérna, skemmtileg staður Já og það lett viðmót að þessi fengum þetta var gaman að koma að ég það sko Danni pantaði fyrir okkur 12 espresso ég eingöngu espresso maður og ég nánast eingöngu te og kaffi espresso maður Það svoleiðis? Já, mér finnst þetta að það eitthvað öðru sem við bræðið, það bara kýtla bræðlökarna sko. Nú var ég eins og náttúrulega að flexa, ég var með Villa Vill lögfræðing í Napoli
hann var alltaf að skammaði mig svolítið, ekkert á... Er hann að selja sætaferðir til Napoli? Það er minnst eins og annað gaur sem þeir eru ekkert sammeilegt nema bara vera gaurar, ég var í vilja Napoli. Sko, hann sagði mér, ég veit ekki hvort ég segja... Þetta Big Bro program, ja. Ég veit ekki hvort ég segja hvað sem ég má ekki segja, en hann sagði mér að færa reglulega skilaboð frá einhverjum sem þekkir ekki neitt, bara hann er með fullt 1,000,000 followers á Instagram, sem eitthvað sæll, ég að fara til Ítalíu næst sumar með fjölskyldunni, hvað á ég að gera? Það bara, hvað finnst þið skemmtilegt að gera? En já, við Villi sko frændi minn, það má ég tala við hann svolítið svona já, hann er toppmaður. Ég má tala eins á ákveðnum tónu tala til mín sko. Og hann var alltaf svona, ég held svona, ég ætla að fá 2 espresso Danni, það er ekkert sem heitir 2 espresso, það er bara kaffi, ok? Bara, hann er alveg Eru ítalarnir ekki í espressoinu eða? Jú, miklu, það heitir bara kaffi. Já, og líka bara þess að þú sérð svona bara geðveikt cool lögreglumenn, þeir eru náttúrulega 7 típur af lögreglumennum á Ítalíu og bara þeir standa svona allir vel girtir bara að drekka svo lítið kaffi og kaffi, þess að maður segir, og það er bara respect, sko, ég ákvað bara til það að vera bara í espresso, sko. Villi maður Tilli maður, nei, hann er geggjaður, sko, og sko, ég elska, þú veist, í Fraklandi, þegar þú pantar espresso, þá getur annað sko fengið hann, alltaf beðið að taka hann au comptoir, sem þið eru bara að drekka hann við borðið þar sem þú pantaðir hann. Skilur, þú ætlar ekki að setjast, þú ætlar ekki að nýta þjónustuna, þú ætlar heldur ekki að taka hann með þér. Þú ætlar bara að taka hann au comptoir og þetta er sko, það hafa fólk verið drepið í mótmælum. Bara lögreglumenn og mótmældur hafa lýst saman þegar þeir ætla að hækka au comptoir gjaldið þvert yfir og það voru bara stræti Parísar voru litur rauð það kvöld. Þannig að það er ódýrast að drekka bara sturtuna bara í sig. Sko, allavega þetta eru einhver réttindi sem frakkar telja heilug og bara fára standa hana og njóta þess að vera allavega rétt kaffi, drekkan og fara á þess að ekki, þú sé ekki eitthvað þú var nú að borga reikningin eða svona, þú veist hér ég elska kaffimenningu, te og kaffi er náttúrulega á rosalega stóran þátt í kaffimenningunni á Íslandi við erum ekkert að tala te ég er tilbúin að ræða við ykkur te sko. Það er málið, sko. Ég get það sko. og hérna, ég vil það en þeir líka þú vilt bara fá þeirra sko, þú vilt semst fá eitthvað svona súkkulaðilegan espresso Nei, bara, ég veit ekki hvað það er það er bara, þú veist veit ekki hvað það er Þú ert svona kísukall og vilt lepja mjólkur undirskáli, eða ekki? Svona tala, ég er Kari var sér flóa að mjólkur en þeir selja líka svona flókið einirkis kaffi sem er súrt og ég er alveg bara dýrka, því ég er eðla ég er ekki þar ég er með mainstream bragðlauka Mainstream bragðlaukar? Hvað er það? Fucking cool American ég er bara með þú veist, ég sækist ekki í svona eins og þú veist þegar ég fæ mig bjóra, ef ég fæ mig bjóra whatever, þá var ég ekki einhver IPA kall eða eitthvað, þú veist, ég er með mainstream bragð Ef þú myndir drekka, þá myndir þú drekka, þú veist smá Smirnoff Magic með jarðaberi Nei, bara venjulegan bjór, bara allt venjulegt Já, ég vil þetta allt, venjulegt, flókið, ljótt, ég er alveg til að prófa, en hérna... Te og kaffi, velkomnir. Velkomnir inn í hlífuna hér, í Beth podcastinni. Og ég var að hugsa, sko, ég búin að coina term á aðdóndópokar. Já. Bev-hive. Þetta er svo Beehive hjá Beyoncé, það er Bev-hive og bara takk Bev-hive fyrir stuðningin. Bev búið. Herru, nú ætlum við hérna að fara yfir í hvað það var? Viljum ekki að fara yfir í neitt? Ég er ennþá að tala við ykkur kaffi. Ok, þetta var þar sem ég var á Ibiza, það var ekki eitthvað kaffi þar, sko. Nei. Það var ekki eitthvað kaffi þar, þannig að ég bara átti svona mómentur, ég vaknaði með espressovélunum mín í morgun, sögði gerði það, sko. Ég er í stuði, sko, bara svo þið veit það. Ég er í stuði, búin að vera með Steinda, hann er ruglaðasti maður sem ég veit á jákvæðasta hátt sem ég veit sko, bara í alvöru, ég væri til að borga þeim manni til að fara með mig til Napoli á Ítalíu, skilur, þú veist, í alvöru, hann svona Steinda leiðin að hlutunum, það er rétta leiðin. Hvernig þá? Ég get ekki útskýrt það einhvern veginn, skilur, þú veist, hann er bara búin að marka sér leið í lífinu hvernig hann sér hlutina og hvernig hann fæst við þá og það líður öllum vel í kringum hann í fyrsta lagi. Það er bara, ég myndi segja
skýrasta dæmið hvað Steindi gerir allt rétt hann líður öllum vel í kringum hann bara lætur öllum í kringum sig líða ógeðslega vel og bara þetta þú þarft ekki meiri mannlýsingu sorry, hvað ég heitir eitthvað að tala Já, og þá líka, sko, honum fyrirgefið þegar hann kemur og seint og... Já, það verður bara algjört aukaður þú ert bara svo spenntur við að fá hann í fyrsta lagi, saman þóttu sér að fara að gera þetta er bara, þetta er merkilegt þetta er heilug vera ekki líka að vera með hann sem einhvern ísbrjót í útlöndum það ekki geggjað? Jú, en þegar út með kameru í því þá það líka martröð sko, að því að maðurinn náttúrulega óttalaus í að niðurlega sig og svona hann alveg tilbúin að stökkva fyrir þetta ég myndir endum í Manchester aldrei komið til Manchester Hvaða leið fórum því? Ég veit það, við fórum það rosalega erfitt núna að komast á áfangastæði eins og ég lendi mist Noreg, ég fór bara til Stockholm, Bergen, whatever sko einn tökumaður sagði bara eftir að koma heim hann sagði bara, hvernig gáttu við ferðast í 16 klukkustundir og ekki endað í Asíu þetta var brekka sko, ég viðurkenni það herru, jöfull nennaðir að breyta þarna í leifstöð maður ég lendi í daginn áður heldur á ég lendi í daginn að þið vitið flöskuhálsinn á Fríhöfninni sem Fríhöfnin eins og eitthvað bara shit maður þetta svo sko, mér skammast mín fyrir Íslendingur þegar ég sé útlendinga að koma hérna og flöskuhálsinn orðan hjá Fríhöfninni niðri og það lappa í gegnum exit through the gift shop og það var stopp það var einn svona miða sig, fáið sig, setja aftan á vegabréfið til þess að halda hafa þannig miði sem var stoppa að hurðin gætt opna og það skilja og ég var bara, þetta er Ísland í dag sko, en þeir í alvöru það er eins og allir séu reknir á hverju kvöldi og það mæti bara alltaf einhver nýr að taka við verkefnin í vinnuna nýja hugmyndir því oft bara stundum að framkvæmdir ekki klárar einu sinni og það er bara, herðu, við ætlum að endurhanna þetta algjörlega upp á nýttina og við ætlum að fá nýja rekstraræðila þetta verður spennandi og þú veist, í alvöru, ég hef stundum bara svona eitthvað keypt mér croissant á okkur stað hlaupið alltaf að sækja veskið mitt, komið tilbaka og það komið nýr stafur með algjörlega nýju konsepti skilju, veitir hvað og maður veit aldrei það þarf eitthvað þú veist, ég held að allir elski gömlu Fríhöfnina af því hún var bara eins og hún var alltaf skilur vissir að hverju gegst og þetta ekki svona, ég kem að þeim núna og ég bara, hvað ætlir séu búinir að bralla í dag skilur, þetta er alveg þar sko og svo eru svona litla breytingar svo kemur að þeim, sérð bæjarins bestu síðast sem ég vissi að bæjarins bestu voru líka niðri í lobbyinu við komum ég og Steindi fram náttúrulega báðir búin að enda fyrir okkar á flugbrautinni í Budapest þannig að við erum svolítið bara ég verð að fá hérna pulsu fáum okkur pulsu og þú veist, þetta ekki lengur bæjarins bestu en samt eru þeir að láta þið halda það smá þannig við vorum konið bara með eitthvað svona volgar pilsner pulsur upp í Túllankjartan Hvar er þetta? Hann í 10-11 það sem það er ekki lengur 10-11 það heitir eitthvað bara svona eitthvað 4-5 núna eitthvað, 6-7 það er þannig sko og svo heyrir maður að það er einhvern veginn ekkert í lagi að það er bara varöld í gangi með að leigubílstur það er bara svo örlíkstaðabarda þeir eru bara kasta grjótum og hlaupa öskrandi átt hvora öðrum hana og ég stend ekki í því sko allavega, það sem ég ætla þetta kemur mér að næsta dagskrálið söltun vikunar hjá mér Salt í boði saltverk, besta salt í heiminum Besta salt sögunar, þetta er svo gaman að vera við að því við erum bara með einfaldan smekk við viljum aðeins það besta það er bara svoleiðis og en ég ætla að salta flugstöð Leifs Eiríkssonar og smáveldið Ísafía og ég ætla að segja bara reddið þessu bara, fáið framkvæmdastjóra Kringlunar eða eitthvað sem bara getur haldið þessu skefjum temmilega, það sem er bara svona vilja ekki að fólk rati þarna eða eitthvað, maður bara eitthvað býtum what the fuck eins og þegar maður lendir frá Bandaríkjunum sem að við sem þið gerið það var að gera vegabréf eftirlitið og það er einhvern veginn bara það er engin leið, það er eins og sérst að labba í bæjarins bestu eða það er ekkert svona, maður myndi halda að þú ferð eftir einhverjum einum gangi
en það eru svona 17 fork in the road það sem getur bara farið aftur í eitthvað annað flug og eitthvað svona kjaftaði sko. Og það er hættulegt að vera með svona sko í fyrstu seríu af Eindistjörnu hann alltaf týndist enda flugvelli og labbaði gegnum vills og hörðu og var næstu búin að missa vél þetta var aftur í veðurbrefstiliti þetta er réttalegin og en ég að bara söltuvikunar flugusaltið, mulið flugusalt fær flugstilaus eyrissjókunar frá mér núna. Ég ætla ekki að tala að Dua Lipa vinkun okkar, hún var að peppa saltverki. Já. Þannig að við erum bara Hún tók bara einhverja snotra mynd af sér í eldhúsinu og var greinilega með það í þú veist, í rotation. Hún var greinilega bara búin að salta eitthvað. Hún er foodie, Sumi Ama foodie. Hún er foodie, hún er alltaf að hanga hjá vínbændum sem ég þekki, Hver að ringa? Jónas Siga? Nei, ég er að tala við Hjalta Vignis í Túkæs. Ok, hvað segir hann? Ég er við voice-skilabóð frá hann er voice-skilabóð maður. Ef að spila þau það? Nei, þetta er kannski eitthvað enga. Ok. Já, gæti verið eitthvað, gætu þau auðlýst Big Daddy Kane borgaran líka, ég er með kynnsjúkdóm og ég vondur því. En ég fílaði þetta. Sko, þú ert hann er svo miklu frambúði núna þú ert að fá símtöl og þú ert bara að koma hérna út úr þú fyrst að breyta öllum herbygjum í War Room hef ég séð, eftir að byrja þér í þessu öll herbygjum War Room og þú ert að fara hérna á klóstið og danna kemur út og þú ert með bara Ingibjörgu Sólrúnu í símanum eitthvað bara blist ekki þetta ég fór inn í herbyggju hérna já, en ég hef upplifið þetta svo myndi upplifinni King árið 2026 hvernig gengur? Það er bara vel maður, þetta er ekki farið almennilega af stað þetta er að fara af stað þetta er bara skemmtilegt það er gaman að setja sér í mál sem að maður vissi ekkert það er eiginlega svona konseptið sem ég hef verið að vinna með maður á þykjast vita allt allt það er það sem hefur hjálpað mér mest í lífinu já, en þú veist, ég hef bara svo gaman að ég var eitthvað þú veist, að maður bara pæli einhverju skipulagsmálum sem að maður hef bara setið í sófanum heima og ekkert verið að pæla í þeim sko. Þannig að þarf einhvern veginn að móta þessi einhverju afstöðu ok, nú skal ég bara, við stóðum að fara í frambóð ok, sorry, hann er að fá lestur lestu vikunar, sko ég skal segja þér ógeðslega einfalt mál og fólk heldur stundum að það sé hægt að mæta í borgarstjórn og eins og einhver að vera ákveð að vera eitthvað, heyrðu, ég var að gera hérna rútum og hjólum hátt undir höfði og láta bílana svolítið eiga sig ég skal segja ykkur eitt ég skal segja ykkur fakta og þetta er óbreytanlegur fakti umferð í Reykjavík mun versna töluvert á næstu árum ástæðan fyrir því er það að það eru 69 bílar frá Maganói sem dælast út í umferðina í mönnum eins og Maganói sem dælast út í umferðina í hverja einustu viku kerfið sem við búum við hefði kannski geta verið framsýnna einhvern veginn, ég er að tala gatnakerfið þú veist, ég menna það eru bara sömu götur í París og voru lagðar 1700, 1600 og eitthvað skilur, og ja, breiðar einhvern veginn, menn voru bara, já, þurfum þetta og þetta er líka nóg þú veist, þannig að umferðin er að fara að versna það voru sko sérfræðingar, ekki sérfræðingar í framboðu Íslandi, ekki sérfræðingar bara starffræðingar, skilur, þú veist, bara fólk sem er í svona umferðardóti í skipulagsmálum og hérna svona verkfræðingar þetta er bara ógeðslega rúðustrika leið og það sagði fyrir sko 12 árum það sagði fyrir 12 árum bara þeir eru að fara í raskat í umferðinni, þú veist, tíminn mun hægja svo mikið að því dælu svo mikið búin þeir verða ná snúðus eitthvað við núna er verið að reyna að koma þessari fucking borgarlínu á koppin sem er í fyrsta skipti sem maður hugsa bara eitthvað, heyrðu, what? Á að hugsa til framtíðar hér á Íslandi það er nú bara aldrei gert, yfirleitt hugsa við alltaf 2 vikur fram í tíman, eða bara til fortíðar eitthvað, bara breytum þessu í eitthvað sem þetta var fyrir löngu og ég var nokkuð spenntur fyrir því það má vel vera að það kosti trilljónir skilur, það má vel vera að það kosti trilljónir en þarna var bara að segja, ok, við þurfum að búa til kerfi sem liggur fyrir utan kerfið sem er að stíflast, af því að kerfið sem er að stíflast það er ekki hægt að laga það er ekki hægt að fucking laga það kostar of mikið, þú ert að rífa allt það kostar miklu meiri peninga en borgarlínan skilur, umferð versnar allstaðar í heiminum þú veist, það er náttúrulögmál þú veist, hún kom enginn eitthvað herru, og ég skal segja ykkur ég ætlum að fara að nota hérna gervigreindar stýringar á ljósin ok, flott, það mun örugglega liðka fyrir umferð en umferðin sem kemur úr Mosfellsbænum en öll mikla umferðin hérna sem lendir svo í þrengingunum hérna niður í bæ sem eru, þú veist, þú ert að rífa spítalan eða þú ætlar að stækka þetta
Þú veist, það eru bara hlutirna sem þú getur ekki breytt þeim og út af þessum hlutum þá mun bílumferð svo lengi sem bílum fjölgar versna. Þú verður að gera eitthvað. Eina leiðin til að rétta af umferðina er að fækka bílum eða búa til eitthvað kerfi sem stendur fyrir utan þetta og bara í alvöru ef ég heyri eitt svona kall koma bara í alvöru þá tjökja hann og ég set lókin á mér svona hæ sorry, ég drakk 2 espresso í morgun alveg, og þessi líka komin hérna alveg bara komin í gáttaflöð ég sá mann vera í svona einhverju umferðar pælingum á Facebook og þessu hvað hann kallaði borgarlínuna hvað? Sorgarlínan Svo er þetta allt líka Sorry, ég var að gera þetta. Svo er þetta allt eitthvað svona heimskustu og ljótustu menn Reykjavíkurborgar sem að tala borgarlínuna og þú veist, eins og það eru 3 gaurar í framboði og bara myndina þeim, ég þarf alltaf að píra augun því að er þetta 3 bara svona titlingar, ég er að segja bara alvöru tippi, bara kóngar, skilur svona, bara reður höfuð, eru 3 reður höfuð í framboði á Íslandi núna og ég þarf svona að píra augun og segja að þetta eru alvöru menn, bara í svona ljósum skyrtum og svona rosalega rauðir í framan. Þeir vilja stýra borgarmálum, þessi menn. Ég myndi ykkur að það myndi gerast, en það var bara að gjöra svo vel, þið með ráða þessu. Ég alveg, þú væri komið bíl inn tíðindanni, hérna á 4. hæð, sko. Bara svo það er hardrock að bíl. Já, ég segi bara takk. Ég er að koma inn í hári orku Sorry. Ég bara, þú ættir að vera í frambúði? Ég verið í frambúði fyrir steinhaldur kjaftiflokkin. Sem verður bara svona fasista flokku sem verður heim til fólks með heimskar skoðanir og lemur það í tætnar. Er sorga frétti samt í vikunni maður með húrra? Já. Húrra Reykjavík hefur lagt upp laupana og núna þar neyðist ég til að kaupa föt í kólaportinu eftir þetta. Veistu hvað pabbi kallar kólaportið? Hvað? Loser small. Kólaportið er goated, það er bara svoleiðis. Þetta var bara svona og þegar þú rífir þetta út um miðbænum og þetta er eitthvað miklu meira bara fatabúð, þetta er náttúrulega bara svona þú veist, kúltúr miðstöð sko. Já, ég meina þetta er bara búið að hafa áhrif á kynslóð. Akkurat það. Það eru nokkrar svona búðir búin að vera í gegnum tíðina. En húrra á þessa kynslóð, það er bara svoleiðis. Húrra á þessa kynslóð, hún klæddi upp, þú veist, þegar bara horfir á bara svona þá sem eru eitthvað númer núna, hún er að klæða, þú veist, svona ábyrrandi fólk, hún hefur klætt þetta fólk í 10 ár, einhvern veginn. Hún var, þú veist, þú fórst inn í búð erlendi stundum og varst eitthvað, ég held ekki að fengi þetta brótir húrra, einhvern veginn sem svona var nýtt. En þetta er agalegt að heyra þetta. Já, því að sko, málið er að þegar þú ert með svona búð og þú ert að kaupa inn, eins og eigendur húrra Ef það gengur ekki með framboð, ætlar að stofna verslun eða ekki? Jó, það er svolítið. En bara þetta er svona ákveðið curation, skiljið. Þú veist, þú ert að koma með eitthvað sem er utan úr heimi og flytja inn til Íslands. Þetta er náttúrulega það sem kannski hefur þetta er búið að vera bara frá örófi aldar. Þetta er þegar bílafötin voru fyrst flutt inn, skiljiði. Karnabær. Já. Karnabær, já. Sem var frá, en það er eiginlega, þetta er frá Carnaby Street. Já. Þann kemur þetta. Takk fyrir þetta, Getan. Já. Þetta var í boði two guys. En þannig að þetta er ákveðið curation. Við vorum húrramenn. Við vorum húrramenn, húrrastrákar. Og vinir mínir og líka bara, þú veist, en bara, eins og segir, maður er bara svona, það verður eitthvað að koma í staðinn, sko. Ég hugsa bara alltaf, this is why we can't have nice things, skilur. Það er eitthvað sem virkar ekki í íslensku efnahagslífi. Þú veist, það er, og Sindri tók undir þetta, það er bara orðin ein leið til að græða peningina og það er, eða bara eiga í sig á og það er að flytja inn það ódýrasta sem þú finnur og selja það eins dýrt og hægt er. Og húrra gerðu þetta ekki, því miður. Þeir fluttu bara inn vandaða vörur og það er það sem kom þeim koll. Hefðu verið með meira af svona kínversku drasli, svona joggingölum sem lætuðu lítið út eins og teiknumyndapersonu, þá mögulega hefðu þeir lifað þetta af. En við hinn sem viljum bara vera í klæðum, skilur, í klæðum evrópskum stíl, þetta mun bitna okkur og ef það er einhverjum út að hlusta sem vil stofna streetwear-verslun og flugfélag þá skal ég fjárfesta svona 6.000 krónur. En það var alltaf verið, sko, í genn tíðina hafa verið heldur skemmtilega búðir, ég menna Exodus, Jóns og Milli, Smassarinn. Já, tökum þetta aðeins skipulega. Hvað eru búðir
ævikar á Íslandi og ekki þú tala um eitthvað stríturverslun í Flórida sem enginn veitum og þú getur verið að skröku á Jónas á milli sú búð sem að hafði mest áhrif á mig. Hún var til á árum það sem maður var mjög áhrifagjarn. Já, ég meina þetta náttúrulega, þú veist, við erum hérna, ég svona 13 ára þegar ég fer fyrst inn í Jónas á milli. Og fyrir þá sem ekki nýræðir og að hlusta á okkur, þá var sérst Jónas á milli í porti sem ekki til lengur. En portið til eða sko engangurinn á portinu til þetta það sem Hjartagarðurinn stendur cirka í dag þar var svona smá var eitthvað sem í blómabúðaðinni í portinu já það var líka svona búð sem seldi þú veist svona vörur til andlerar iðkunar einhvern veginn sem ég finnst alltaf ég langar alltaf að sjá bara businessplanið fyrir þá verslanir sem eru bara koma svona 40 manns á dag og vilja kerti en sko maður kom inn í þetta port og það voru svona smærri verslunarrými þarna inn í þessu porti og Jónas á milli var Katlan hafi verið 20 fermetrar 30, það var pínlítið þetta var mjög lítið algjörlega pakkað dóti sterk reykjelsislykt alltaf nýjasta í tónlistinni nýtt hip-hop og þarna voru Karl Kanai, South Pole Fubu, Morris Malone NYC Nietzsche eða ég var að hlusta podcast daginn þar sem menn voru að velta fyrir sér einmitt hvernig á að bera þetta fram þeir seldu Sean John hérna og Helly Hansen úlpur þeir voru með alls konar dótana sem var náttúrulega hérna Lugs eins og Eminem segi why can I go to the club with a new pair of Lugs og svo voru þeir bara að selja fake keðjur sem að datta á og til í Reykjelsi þetta var gott Reykjelsi og Mirra baby ég byrjaði minn ilmkertaferil í Jónas á milli að kaupa Reykjelsi sko. og síðan sko expandaðu eða þau svona stækka við sig, það ekki, þetta sömu eigundur sem keyptu Exodus og sérst Nína sem fallin frá Nína, drottin blessi Nínu sem okkar svona Griselda íslenska raps og hérna hún fell frá, blessi minningarnar hún stofnaði Exodus síðan færði í ris, þetta var bara það var gullfiskar og hérna og foss inni og DJ búr sem þú ert að klifa upp í, ég hef ekki vilja hómið 2-3 kaldur hefði ráðist á mig því ég var að ríla þar niður og hérna það var þetta að kaupa allt og síðan full circle svipaðar eigandahópur og erum með húra kaupa síðan það pláss og stofna Nínu þar, þannig að Nína komið þangað hann að það hún með representative þar sko þannig að það má segja að Jónas á milli og Exodus sé svona þetta svona sama lineage og húrra kemur svo inn í þetta streetwear síðan náttúrulega ég held sko að hvorki Sindri niður Jón hafi ég held þessi bara aðeins of ungir til að hafa veslaðan þeir hafa veslaðan 100%, já, 100%. Ok, ég man ekki alveg hvernig þetta hætti þú veist, sem voru þeir að selja þú veist, eitthvað svona víðar gallabuxur og svona gallajakka við, skilur, eins og fólk svolítið í dag, einhvern veginn og hérna allar legendary búð, eins og mamma mín til útlanda, hún keypti fötnanda mér, þau voru of lítil og ég var bara með mín þrýstinn skoppari engabarnið þrýstnaði engabarnið snirtilegu skoppari með mín og við sko hún gerði hún kerði með þessu föt til Nínu og sagði bara ég keypti ándóra, dró lítið á hann og Nínu sagði bara skild eftir hérna, ég skal selja þetta fyrir því í dag og svo bara komið og velið eitthvað og hún bara ringdi hann eftir 3 tíma bara herri búin og við bara kom og keypti minni það hún var, þetta var alvöru manneskja sko það var svolítið classic ás tíma Nei. Hérna, þeirra svona einhverju skoppara sem voru að drekka 2 eldra kók bara úr flöskunni sko, veit hvað að tala um hengin í herbygginu pizza box og svona og pappi að vara að reyna að fá þá í jakkaföt á jólunum þá keypti hann kannski Johnny Blaze jakkaföt handaðin til að veri á jólunum Johnny Blaze, ég átti mitt ég átti Johnny Blaze hettupeysu, ég átti Johnny Blaze college peysu, college sweater ég var með Johnny Blaze stóð með mér í 2 ár sko. Síðan eru fleiri búðir sem koma fyrir minn tíma náttúrulega Smash en það var náttúrulega náðu því en síðan var náttúrulega eitthvað sem heitir undirgöngin og síðan var eitthvað ekstra búðin ég man eftir ekstra búðinni Týndilhekkurinn Seldi Stussi og Karlkanæ Týndilhekkurinn Hattikunni vinu minn einn af stofnendur Týndilheksins mamman skrifaði upp á Víxil fyrir hann þegar hann var 17 ára og þeir keypti inn eitthvað hjólbreytadót og bóli og eitthvað svona geðveikt nafn á búð og Forgotten Lords heldur því nú aldeilis uppi þegar eignuðust stúdíó sem var alltaf aðrið henni sem var bara kallað Týndi plöt sem heit Týndilhekkurinn í höfðastúdíónu
sem var í höfuð á búðinni sem var svo sko smass samt fyrir mér ég 11 ára smass og þá opnaði bara búð sem heitir smass og ég bara, þú veist, og þetta þegar bara svona maður finnur að þú veist, þetta þegar maður byrjar að reyna að klæða sig eitthvað töff skilur, og allt í einu þú veist, það var systirinn af mömmu að hitta mann og sonur hennar var hjá honum og hann var bara eitthvað ætlar ekki að nýja smass á laugardaginn ég bara, okkur Dickies buxurnar eru að koma og ég bara, what Ég í Dickies þú ert í Dickies, ennþá í Dickies það var Dickies síðan 1996 það er 30 ára Dickies En við bara Dickies voru Smass opnaði augumanns og svo var það drawers sem voru svona hermannabuxur með einhverjum vösum á hliðunum sem var mikið tekið sem Carhartt hélt svo áfram með og svo fóru þeir náttúrulega í stærra rými þannig í Kringlunni sem var svona líka í Borgarkringlunni sem var sem svona þetta podcast ætti þannig sé að heita Borgarkringlan Taldum góða stönduga styrtaraðala og sem eru með smash borgara Two Guys Tveir menn Hjalti Vignis, ég sá hann var að klára flísaleikja Þeir eru með stikkir þetta í my face man og sko það sem hann þurfti að gera það var eitthvað heyrði Jón, það var eitthvað vittlaust afgreitt eða einhver mæling það var 2 millimetrar sem ein platan stóð út úr hann þurfti að sneiða af 2 millimetra af einhverju hurðu eða eitthvað hann nákvæmismaður þetta maður sem ég vil að búi til hamborgarna mína og það Two Guys eru að taka átt í Reykjavík Cocktail Week 13. til 19. apríl og þeir vera með metnafulla Monster cocktaila þannig að kíkja Monster? Nei, ég held, Hvítu Monster í cocktail? Já, Monster, það var Monster cocktailar og kíkið niður til 13. til 19. apríl hjá Hlemmi þetta ekki á Hlemmi bara Hlemmi, en bara umfram allt við erum með einfalda smekk við viljum aðeins það besta Two Guys, bestu hamborgarar í Íslandi mörg ári röð valdnir af hópi hamborgara unnenda og þeir heita rappnöfnum sem hendar okkar lífskoðunum mjög vel það er gaman að koma að það skemmtilegi gæjar að vinna þarna og gælur og bara mætið þangað hitti hjaltakallinn síðan að Dóri beða hilsa Salút Herru, meira sko var ekki alltaf einhver skopparbúð á Akureyri líka Hólan á Akureyri í alvöru? Já það var Siggi sem fór sér í smass minnum það var Siggi Hólan sem var félagin og það var bara eitthvað Hlynur í skittunum var þar að vesla 100% þeir voru allir hann vann í smass þetta er allt einhvern veginn gangi sko svo var ein búð fyrir það sem var streetwear en ekki svona rapptengt hétur hún ekki Karma Sutra seldi það var eitthvað svona nafn seldi svona herfur Gerri, leið mér að stoppa það hún hét Arma Supra okay. Karma Sutra, þú vilt láta klippa þetta út þá skilja það vel sko. Gefur ykkur 14 ára krakki mamma mannstu þetta Karma Sutra mamma viltu koma með mér í Karma Sutra og kaupa mér hún heit Arma Supra Arma Supra, það voru svona hermannaföt já og það voru það var í Kringlunni já, þetta var okkur hélt í Karma Sutra síðan þú ert að hugsa hérna indversku kynlífsbyggi síðan var eitthvað búð sem ég man ekki hvað hún hét í Smáralind sem var L.A. Egils að vinna hún hét Local, nei, hún hét eitthvað og það var að kaupa eitthvað svona J.Lo hæla já, ég fór að opna daginn í þá búðmaður með mömmu og L.A. Egils var ekki að segja þessu sögundum daginn nei, held ekki L.A. Egils er að vinna þar og þú veist, L.A. náttúrulega var með ákveðna áru þarna yfir sér, hann var, þú veist, svo fyrir þetta einhvern veginn og ég var bara, fucking L.A. Egils að fara hann var náttúrulega kallaður AC Bananas þá er L.A. Egils að fara að sjá mig eitthvað með mömmu minni eitthvað að kaupa eitthvað streetwear löf minn, mamma, L.A. er þú að vinna hérna hann eitthvað eins og paprika bara, hvað er í gangi og ég passaði þegar þú varst lítill hann bara var með okkur báða hann það var geðveikt moment sko hvað keyptir eitthvað? já, ég keypti eitthvað ljósbláan velurgalla þessi búð, þetta var mega stór streetwear ég elskar hvað menn voru brattir en það var að kaupa streetwear í sko
hann að búðin í Mosó sem var tískuververslun í smá tíma, hann var að kaupa Woowear þar sko, ég sá það sko, já. Það var að kaupa hérna víðföt þá náttúrulega í Hagkaup líka. Stússi, ég kefti Stússi í Hagkaup á sínum tíma sko. For reals? For realsies. Síðan líka Þeir voru að selja ógísla víðu buxurnar sem voru svona mega 90s með svona böndum á neðan einhvern veginn. Þetta var líka sko, það var eitthvað skelljungsbúðin sem var til á sölu, er ég við miklu öngsmaður. Náttúrulega, sko vinnu heitir fyrir hann og þá og tjatti okkur á Facebook heitir öngkastið. Öngkastið. Þetta er öngkast, sko, en þetta eru bara öngar þegar við hittum það bara geggja podcastin maður. Öngar og öngettur maður. Einhverju Woowear gallar væri komnir í hérna skelljungsbúðina. Paldi, þú veist, það er einhver gæi hérna, herru, síðan er ég með hérna lagar af krakkarnir eru sjúkir í, hérna, við erum með gaskrill og sem við erum með, hérna, sem sagt, Fubu galla, sem við ætlum að selja. Við erum með Fubu leðurjakka, munið eftir Woowear leðurjakkan að maður srópa Kronik. Já, og sko málið það. Ég man eftir Woowear leðurjakkanum sem Rónin Tryggvi Hringur var í, sem hann augljóslega stal úr Exodus, sko. Ég skal trombindal, munið þið eftir South Pole leðurjakkanum sem Bobby Fischer var alltaf í niður í bæ. Já, það var rauður lendarinn. Bobby Fischer, rest in peace, en hann hérna, hann var alltaf í South Pole lendarinn niður í bæ. En já, núna talandi góða stöndu að styrtaraðala og borgarlínuna, samgöngur, þetta er allt hringrás. Þetta er allt hringrás. Ég var að kíkja á að vinna okkar Maganói og Maganóia, Bílvikunar. Ég ringdi hann á hann. Já. Og hann bara, hvað viljið þið? Og viljið eitthvað dýrt eða svona dýran Bílvikunar. Já, hann er náttúrulega ekki dýr, skilur en nei, svona, já, háklassabíl og þá er það gerðu þess að vel, eru tilbúinir eða? Já, það er ok, ætlum við eitthvað skilgreina þetta vil ég salta líka ok, ég skal fara yfir hennar bíl en að þið séð að sjá bíl sem kostar 22 milljónir námyndað upp hérna og þið séð eitthvað, þú veist, að það segja ekki hans sé dýr, það er eitthvað svona, þetta er náttúrulega ekkert með að við gæðin sem þú þetta fá. Veistu, þetta er 22 milljón krónar bíl, þú getur keypt hálft sveitafélag út á landi fyrir hennar pening, sko. En allavega, þetta er náttúrulega selur sér sjálft, sko. Þetta er þetta er Land Rover, Range Rover, Sport Dynamic SE Blackpack. Ok, þú vilt þetta Blackpack. Ég veit ekki eins og hvað það Blackpack er, ég þrái þetta Blackpack, en mér sýnist það bara svarta felgur, svarta rúður, Og þetta er bílasalreykjavíkur.is, ekki kom, upp á höfða, Maggi, þú veist líka bara, ef þið eru að leita að einhver, Maggi tekur á mót ykkur, gerur kaffi, sko, þetta er nýtt ökutæki, það er ekki búið að keyra þetta neitt, sko. Ekki neitt, það er bara stendur á planinu. Þessi nýja hybridvél, ég skal geta þetta honum mig frá Range Rover á að vera ógeðslega feit, sko. Þetta er sjálfskiptur bíl, þetta er ekki beinskiptur sem náttúrulega er stór bónus árið 2026 og hybrid 5 dyra, 5 manna þú getur verið að keyra sjálfur með 4 gúns og þeir eru þægilegir, þeir eru cozy þessi gúnar á meðan sitt í þessum bíl seljandi skoða skipti á ódýrara og eins og þannig að þú ert með eitthvað húpti, eitthvað Fiat í hlaðinu þá gætir þú kríða niður verið þannig að fara með Audiinn, Danni sem vorum að rúndi á hann Audiinn minn uppið þetta Má ég segja, má ég tala um við hvernig þú varst að tala þegar ég kom inn í bílinn eða þetta er pólitist allavega hérna hann var að tala við Idi Amin en vitið þið, eins og Birgir Hákon Orti hann var með hita í hanska hólfinu þessi með örgulega með kælingi på hanska hólfinu og byssu, hann var bara með ískattar skambisvar hann er bara hérna nei, veist það, geðu bíl ég vil sjá herran Heiðursmjör á svona bíl já, 100% og nú þegar hann fyllir höllina Maggi er tilbúin með pappirana og bara kvitta kallið minn á millifæra og fara bíl Það eru talað að kvitta, nú er þetta kannski of mikið rapp talað að kvitta samlinga er þið búin að fylgjast með rapparanum Pooh Shiesty að ræna Gucci minn? Nei, jú erðu, ég las þetta Já, þetta er sko málið það er að Pooh Shiesty var huge rappari frá, eða svona ungur drill-ish rappari frá hérna Memphis, var sænaðari að Gucci minn og hann var að koma úr jailinu fyrir 6 mánuði með eitthvað og bara með öngul hérna breyst, bara öklaband skilur og bara má ekkert fara út úr steitinu það er með öng og hann hérna bara vildi koma úr samningum frá Gucci og hann bara segir hérna, þetta er Dallas, við komum pappa sínum sem er Mad Thug og einhverjum 10 öðrum görum bara herðu hérna, mér langar að hérna, koma út úr þessu, fór hann í vokalbúðinn
og inn í stúdíónu lét Gucci Mane, hann tók upp Draco sem lítil AK-47 og allir voru strapped og bara, nú bara sænar þú bara, ég sé laus allra mála sko. Og þetta bara CNN-mál úti og þetta kom á vísi sko. Já, og þeir pistolvippu sem svona mandatorið út að neyða rappar að gera eitthvað þá eiginlega þarf það pistolvippa hann tók sko alla keðjur úr og tók út $4 million giftingarinn sem Gucci Mane átti og bara, en þú veist já, og núna eitthvað svona eitthvað að segja hans snitch Gucci ég veit það ekki þetta er rosalegt mál snitch-hotnið í boði hvers væri það Pooh Shiesty, það er áhugavert nafn það væri gott að vera með snitch í boði einhvers tannlæknis ég veit ekki, boði tannlæknis þegar stu Pooh Shiesty, þú veist, það er þetta er það sem að í enskunni, kannski sem enskan hefur fram yfir íslenskuna, kannski, við þurfum að ræða það eru svona nöfn á tónlistamönnum við erum mikið að nota bara, þú veist bara yfirleitt nöfnin á artistunum, en það var svona þú veist, Ragnhildur Gröndal skiljiði svo er endar herran hnetur smjör það er í rappinu, þá ertu að nota svona einhver svona nöfn og ég er með svona besta nafnið á íslenskum artista eða ekki besta, en svona kemur upp í huga Atli Skemmtanalögga pæli hvað er geggjað orð Atli Skemmtanalögga er mjög gott en þú veist, ég held að vera að fara að segja Raggi Bjarna eða eitthvað sem er bara svona ógeðslega fjátt ég er að tala um eitthvað svona sem er bara, þú veist, algjörlega pæli hugsað, Skemmtanalögga þú veist, það er lögga sem er að fara þannig að passa allir sér að skemmta sér Shoutout á alla skemmtanalögu, hann er félagi sko. Shoutout á skemmtanalöguna höfðingi, frábær promoter og gaman að vinna með honum mjög ég bara bjóst ekki við því að vera bara skemmtanalöga koma vinstri kantinu skemmtanalöga, þetta er geðveikt orð þetta er flott orð er einhver fleiri íslensk artistanöfn eða bara svona viðunöfnið eitthvað sem að hafa fangað ykkar huga Miss César A, skemmtilegt. Miss César A, alltaf gott. Það er enda mjög gott. Miss César A, alltaf gott. César Afrikanus. Já, það er fullt nafn. Það er eitt sem ég finnst ógísla flott, sem er Svarti Laxness, en ég með skin in the game þar, sem er Davíð Þór Katinarsson rappari, og hann var náttúrulega dökkur og hörund, og hann kallaði sig Svarta Laxness, og mér finnst það fucking flott, einhvern veginn. Guli Drekinn. Guli Drekinn. Við erum svolítið mikið í rappinu hérna, sko. Þú veist, sumir náttúrulega eru með ógeðslega góð, sko, sumir hafa tekist að gera feril úr erfiðum nöfnum, sko. Eins og herra Netsmjör er drullu erfitt nafn. Já, en það er svo eftirminnilegt og svo eitthvað, þú veist. Ég er bara að tala um, þú veist, hann var bara það góður að nafni stikkaði, en þetta er nafn sem að, þú veist, þú heyrið það fyrst. Já, þú veist bara hvað er í gangi. Já, en svo er þetta bara orðið bara meika fullkomið sens, skilur. En Öddi Blö, en þú veist, það er stytting á nafninu hans. Mér er miklu meira gaman að einhverjum, þú veist, Atli Skemmtanalögga er lýsandi, þú veist, hann er að passa allir skemmti sig. En getur þess að viðkynna að náttúrulega, Springwater tærleiki, þá er Öddi Blö geðveikt nafn á skemmtikrafti. Já. Sóli Hólm er það líka. Sóli Hólm er rosalegt nafn. Það er svona Ómar Ragnarsson type shit. Það er bara eins og að Shaquille O'Neal var skýrður Shaquille O'Neal. Þú heitir Shaquille O'Neal, þá ertu að fara að vera góður í körfu. Já. Og ef það heitir Sóli Hólm, þá ertu bara að fara að vera góður skemmti. Líka Michael Jordan, Mike Tyson, þetta er alveg. Listamannar, náttúrulega, það listamannarplöf sem sko lifir hvað sterkast af því hann hefur sjálfur ekki notað heil lengi en fólk er, þú veist, bara Ragnar Kjartansson getur í alvöru opnað sýningu í MoMA í New York og fólk er bara, já, Rassi Pröpp, hvað er hann eitthvað að bralla núna? Þetta er svo sterkt nafn að þetta bara fer ekki á honum, skiljum við. Hroðinn, það er býsna gott, Rúnar fær sjátt í það. Það er líka, þú veist, mér finnst það gott nafn. Það er gott, einkaþjálfarinn hérna Ragga Nagli. Já, herðu, það er... Veistu hver var með besta namni? Ragga Nagli, það er gott. Veistu hver var með besta namni? Palli Fermetir. Já, Fermetirinn. Fermetirinn, Páll Lóasson, Álfnesingur og vinur Potsins. Hann er vinur Potsins. Befhæf. En þegar hann var
hann var svo sterkur einu sinni að hann var ógeðslegt sko. Ég sýndi ykkur myndbönd á hann var sem hann að taka 400 í beygju sko. 400 kíló, það hefði getað verið 700 kíló á stöngin, hann var bara ekki það fór ekki upp hann og hann var svo stór og sterkur og menn sögðu hann tæki einn fermeter sko, við erum í viðurnefnum og svona, þá langum að fara yfir í handboltan. Þar var náttúrulega sko í iconic mósuliðinu, Bossablósunum var hotnamaður sem heitir Sigurður Sveinsson en var ekki Siggi Sveins sem Siggi Sveins geggjanafn þú veist, Siggi Sveins það er auðvitað blöðtæft en hann var kallað Stálmúsin Stálmúsin mjög gott viðurnefni. Ég heyrði henni sem Sigga Sveinsson er kallað Sigurður Dundri Sveinsson. Já, og Dundra núna fyrir Duranova Duranova er líka en munið þegar er þetta ennþá þannig? Nei, held ekki ef þú far ríkisborgarétt, þú ert ekki lengur þú ert ekki að taka upp íslenskt nafn, ég held að það grín sé hægt Hvað með Héðinn Gils? Héðinn Gils er geðið nafn Já, Héðinn Gilsson, það er gott en þegar Robert Julian Duranova sem veistu, Hjörvar Hafliðason einhvern veginn það er smá vikt í því sko. Hjörvar Hafliða, þú veist, hann er fyrsti Hjörvarinn það var engin annar Hjörvar á undan honum og Gils kóinaði náttúrulega Hjöppi K mjög snemma og það var að það hvaðan kemur K? Kópavur ég myndi alltaf það er þetta rétt, hvaðan kemur K sko hann má pæli því sko úr köllunum fleiri svona dundurnöfn listamannanöfn ég held við séum bara reyn hann sko. En ég bara, þú veist, mér finnst bara Atli skemmtanarlauga finnst mér þetta er svo, mér finnst líka bara orðið plötusnúður vera mjög fyndið sko ég hef aldrei verið Daniel Ólafsson er virtasti plötusnúður en þú varst að fá þér einn snúð hér frá te og kaffi og hann var svo kátur ég er bara plötusnúður, þetta er bara ekki í lagi sko. Ok, betri en flesti X, te og kaffi plötusnúður til sölu hérna og þessi plötusnúður er með einhverju lakrískurli og pipadufti og alls konar holler at me að þið vilja vera trilljónirar ég elska DJ-a, en þú veist þetta er svona allra snúðast en muni hérna í Office Space myndinni þegar hann hét Michael Bolton og hann var kominn inn í, en það var svona einhver HR var eitthvað að meta, þú veist, það var einhver ráðgjafar var að meta hvert það var að sinna vinninu svona og hann kemur inn og hann er bara að bíða eftir því að þeir segja Michael Bolton þegar ég mæti á vinnustall er í vinnu bara hjá góðstöðu fyrirtæki þá býð ég bara eftir að þú er DJ þú er svo já ok þú að gera svona og finna þetta svona moment og þú veist, og mér finnst það alveg gaman en þú veist, það fer allt bara eins og ég sé bara að gera blöðuru, svona dýru blöðurum bara helgar sko og hérna smá rapp fyrir krakkana og einu sinni var ég að DJ Kringlunni sem er þetta skítagigg það er bara svona alveg hvar í Kringlunni? Það sem á efri hæðinni það sem að makk var styrtur búin og það er svona skóari á móti og ég er bara þar og ég er bara eitthvað þú ert hjá makk styrtur búin og það sem að skóarinn er uppi og ég er eitthvað DJ þar og hérna herragarðurinn og svo heldur áfram uppi og hérna kemur Örn Árnason inn með dóttisinni og hann er með eitthvað svona óklei-tæp svona hlaupagleru, svona get spacið og hann á í stuttbuxum og hann horfir á mig og hann er bara og dóttir hans er bara pabbi getur þú please ekki gert og ég er bara eitthvað ég var svo drullu fyndir þetta en þú veist, þú ert bara eitthvað mæmari sko fyrir fólki sko þetta var góð mér langar að enda hana þátt og mér langar að enda hann á ákveðnu hlut það fjall maður frá í vikunni sem heitir Björgvin Halldórsson og blessuð sé minning Björgvins hann var ekki bara leiðandi og mótandi afl í íslenski dægramenningu hann var íslensk dægramenning á einhverjum tímabili og talandi iconic nöfn Bjöggi Halldórs Bóhall, þetta syngur í þér ég var þess heiðus aðnjóðandi að fá að taka viðtöl við hann og fá að chilla með honum og ég man svona í 90s þá, þú veist, var hann svolítið stjarnan og allir heldum ógeðslega alúðlegur maður og hvað segir mamma en gott ári og einhvern veginn og með hausinn á höfðinu einhvern veginn og bara
það sem hann hafði áhuga á, ég bara segja áhrif hans á íslenska menningu voru þannig að bara, það var hans smekkur og þú veist, og þetta öll þessi Ameríkutengsl og hvernig við svona ákveðum popkultúr sem við tókum frá Bandaríkjunum að því bara hann dyrkaði þetta og þess vegna hafði þetta svo ógeðslega mikil áhrif hérna, þið eruð hérna fyrir náð þessa manns, langar mig að segja early rap, svona, hann er svona við myndum gera, hvernig rap góð til Íslands Já, hann hefur alltaf rúllað með rapsvægi Já, og sko hann er líka bara talandinn, hann var alltaf hérna, þú veist, hann var svo svalur, flott rödd aldrei einhvern veginn, greifst bó aldrei einhvern veginn í ykkur þvælu sko. Nei, ég er alltaf vann með honum bara, hann var hann upp á sem stöð 2 sín núna þannig að maður spjallaði alveg við hann svona við og við sko og það er bara, þetta er bara svalasti gæi sem ég hef umgengist Ég var í brúðköpunni hjá dóttir hans fyrir þólukumörgum ára síðan og það var í félagsheimilinu á Seltjarnarnesi og hann var veislustjóri og það var það var bílu loftarstingin það er ekki ofta í Íslandi sem allt of heitt ykkurstaðar og hann kom með svona geggjuð rödd með skíðgleru ykkur geggjuð jakka og hann var það er verið að tala að það sé heitt í salnum og loftarstingin eitthvað bíluð en eins og Bandaríkjamenn segja if you're hot, you're hot but if you're not, you're not hann er bara ok hann var original frasakongur og og bara ég hugsaði hann lengi í gær eftir fengsa fréttir og hugsaði áhrif hans á íslenska menningu og ég hugsaði Svölu, hugsaði Krumma, hugsaði Ragni og bara þjóðin syrði í kór í gær það er líka bara sem að sá